Takk fyrir, Kiddi. Ég býð ykkur að fletta upp á Jóhannesa guðspjalli með mér, 7. kafla. Í kaflanum á undan, bara sem að fá smá samhengi, þá Jesú búinn að halda svona ræðu sem að fór frekar illa í fólk. Hann hafði talað frekar beint til lærisveinanna og það voru margir sem að hætta að fylgja honum eftir það, voru eiginlega móðgaðir og hneykslaðir því hann talaði bara eins og hann væri sendur af Guði og talaði eins og hann væri bara, Guð sjálfur og talaði eins og svo sem að valdið hefði. Og hann var að tala brauð lífsins og hver sem að tekur ekki við því, ætti ekki eilíft líf. Hann sagði, ég brauð lífsins, svo sem að etur þetta brauð mun lifa eilíflega, og sagði bara einhverja hluti sem voru þannig að þau sögðu þetta bara þungræða. Ég veit ekki alveg hvort við getum tekið við þessu, og margir fóru síðan bara að yfirgefa hann. En við byrjum í 7. kafla, 1. versi. Þá segir, eftir þetta fór Jesú Galíleu. Hann vildi ekki fara Júdeu sökum þess að gyðingar sátu líf hans. Nú fór að hátíð gyðinga laufskálahátíðin. Þá sögðu bræður hans við hann, flytið hingað og farðu til Júdeu til þess að lærisveinar þínir sjái líka verk þín sem að þú gjörir. 3 sinnum á ári var öllum boðið að koma til Jerúsalem í svona hálfgerðis pílagrímsferð eða pílagrímshátíðir. Þannig svo við reynum á okkar landi að hitta sem söfnuðu svona af og til. Við höfum haustvögnuð, við höfum sumamót, við reynum að hafa svona samfélag. En þeir voru með bara svona í kringum stóru trúarhátíðina sínar að hittast saman. Allar hátíðina sem voru á þessu kirkjuári hjá þeim í Gamla testamentinu höfðu verið gefnar í eyðimörkinu og höfðu svona andlega lexíu. Það voru ekki bara svona samfélag að koma saman, heldur var þetta trúarhátíðir. Nokkrar vorið og nokkrar haustir. Og alltaf þegar voru páskar eða hvítasunnuhelgi eða laufskálahátíð, þá komu þau saman í Jerúsalem, þannig að allir voru komnir hana, eða ekki allir, allavega langflestir og rosalega mikið af fólki. Þannig að þeir vildu, bræður hans, að Jesú myndi koma með þeim á þessa hátíð, þar sem að væri fullt af fólki. En laufskálahátíðin sem þau voru að fara á var svona tími sem áætlaði var til þess að hugleiða blessun Guðs, svo sem að gefur sól og regn og fróskeri og uppskeri og nægt mat og svona þakkarhátíð fyrir dag, sem að varði alveg 7 daga. 7 daga hátíðarhöld. Fólk kom með þakkagjafir og í þráaldana segir Ellen White hvað eina sem að svona glatt gat augað og borið hennum almenna fögnuði vitni, tók fólki með sér úr skóginum, eitthvað svona fallegt og sætt. Og borgin leit út eins og fagur skógur, segir hún. Þannig að það var ekki bara að koma og eitthvað svona með fórnir og þungt í huga, heldur var þetta þakkarhátíð þar sem allir voru að hugsa, hvað get ég tekið svona fallegt með mér og við skulum skreyta þetta og hafa þetta svona fallegt fyrir auga líka. Þannig að hátíðarhöldin voru ekki bara svona langar trúarsamkomur með lesturum og predikunum, heldur líka með fegurð og fögnuði þau komu, sem er bara athyglisvert að taka fram. En hvað eru laufskálar? Notum við mikið af laufskálum í dag, svo við getum vita hvað laufskálahátíð er? Nei, í eyðimörkinni eftir brottförina úr Egyptalandi, þegar Ísraelsmenn voru þar í 40 ár, þá bjó fólk náttúrulega bara í tjöldum og Guð hafði varðveitt þau á því erfiða tímabili, þar sem að heil þjóð var á landflótta og fólki bjó bara í einhverju tímabundnum skýlum, ekki heimili, heldur fólk á ferðalagi, og til minnis það, þá bjó fólk til svona tilbúin skýli eða tjöld úr bara greinum og hinn á þessu. Þess að vera kallað laufskáli, skáli úr einhverjum svona náttúrulegu dóti, og þeir voru settur út alla borgina. Það var upp á hæðum, upp á þökunum á húsinu og í dölunum við hliðina og strætum og forgarðinum og allstaðar þar sem að fólk gat komið. Svona fullt af fólki að koma og byggja sér svona tímabundin hús og dvelja í þeim í heila viku. Sem var líka haldin svona sérstök ljósahátíð til þess að minnast eldstólpan sem að leiddi þau í eyðimörkinni. En þetta var eiginlega svona lok
ársins hjá þeim. Kom eftir hana, það sem kallað í þessari þýðingu nýársdag eða básúnu blástushátíð í gamlu þýðingum, sem markaði endalok landbúnaðarársins. Síðan kom friðþægingardagur nokkrum dögum síðar, sem markaði hreinsun helgidóðsins og lífsins við árslok, fyrirgefningu og syndajátningu. Og nokkrum dögum eftir hann þá var þetta haldin sem svona loka hátíð. Loka samkoma ársins, hátíðagleði eftir að friðþægingardagur eins og svona alvarlegast og helgasti dagur ársins var búinn. Það var mikið kórsöng og hósanarhraup og lofsöngur sem einkenndi hátíðina. Og þar, þegar allir eru komnir í þessa hátíð og fögnuð og samkoma, og þetta allir greinilega spenntir fyrir, því að bræður Jesú sem að vita hann svona fann að draga sig svo til afsíðis og heldur sig til bara út í sveit í Galíleu en ekki kannski Jerúsalem í Júdeu, svona stærri bæjum, og þeir segja: komdu þangað til þess að læri þeinir svínir sjáu líka verk þín sem þú gjörir. Og þeir segja síðan í versi 4: því enginn starfar í leynum ef hann vill verða alkunnur. Fyrst þú vinnur slík verk, þá opinbera sjálfa þig heiminum. Síðan segir Jóhannes: því að jafnvel bræður hans trúðu ekki á hann. Svo allir menn hvattir til þess að mæta fjölskylduna á hátíðina og fjölskylduna með. Og auðvitað ætluðu bræður Jesú að fara. Og voru kannski hissa á því að hann ætlaði ekki að fara. Því að allir sem voru eitthvað ætluðu að fara og gátu farið myndu fara. Kannski sáu þeir í Jesú svona pínu vandræðagemsa sem átti í útistöðum við presta og rabbína og hann talaði blessun þess að fylgja lögmálinu en virtist sjálfur ætla að vanríkja hátíðana sem að lögmálið talar Jesú var svona að hanga með einhverjum utangarðsmönnum og tollheimtumönnum og lítilsverða erfðakenningun hvíldadaginn og svona aukalög sem þeir höfðu og virtist setja sig gegn svona einhverjum trúalegum yfirvöldum. Og bræður hans spurðu: af hverju þetta styggja lærdómsmenn þjóðar okkar, af hverju þetta vekja andu þeirra, komdu með og kenndu hana og meðal fólksins. Og það sem allir eru og við kannski fá eitthvað svona almennilegt í þetta. En engu að síður höfðu þeir séð og heyrt það sem hann gerði og prédikaði og hann voru kannski á báðum áttum hann. Ef hann skildi nú vera Messías og í þeirra nánustu fjölskyldu var ekkert alls slæmt ef hann kæmi og sýndi sig fyrir fólkinu í Jerúsalem. Það geti kannski hlotið góðs af því. Og ef hann væri Messías, hví fær hann þá ekki til Jerúsalem og segði frá því og fengi fólki með sér til þess að fylgja sér og heimtaði bara það sem að vera réttilega hans. Hví fór hann ekki með til þess að fá alla í lið með sér til þess að stofna því nýja frjálsaríki Ísraels? Var þessi hlédrægni kannski merkjum að hann væri ekki svo sem hann segðist vera? Hvað var máli með að vinna meðal bænd og fiskimann einhvers staðar út í sveit en ekki meðal efristétta og menntamann í borginni og prest og þeir sem hafa eitthvað með hlutina að gera? En það segir því að þeir voru ekki alveg viss hann sjálfur. En Jesús sagði þá við þá: minn tími er ekki kominn en yður hentar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað ykkur en mig hatar hann af því að ég vitna hann að verk hans eru vond. Þið skulu fara upp á hátíðina, ég fer ekki til þessar hátíðar því að minn tími er ekki enn kominn. Og þetta sagði hann þeim og var kyrrt í Galíleu. Svo bræður Jesú voru pirraðir af því að Jesú sagði hluti sem dró fólk til sín en hann sagði líka hluti sem hrindi þeim frá eins og í fyrri kaflanum sem olli því að sumir hættu að fylgja honum. En Jesús svaraði þeim þegar þeir biðja hann að koma og reyna svona aðeins að segja hann hvað hann á að gera. Þeir sem voru kannski að reyna að setja honum aðeins lífsreglunar og skipa honum fyrir. En hann sagði þeim svona nett að þeir voru ekki hluti að læri svona hópsann heldur af heiminum og þeir ættu bara ekki kannski að segja honum hvað var að gera því að hans tími var ekki kominn. Hann hefði verið sendur í heiminn til þess að fullna endurlausn áfram Guðs, ekki til þess að öðlast einhverja sjálfsupphefningu eða vinsældir eða pólitískt vald. Og hann átti að klára starf sitt sem hann hefði sendur fyrir fallið fólk að vinna. Og það fylgdi því ekki að vera að sýna einhverja ofdirsku eða heimsku pör að koma sér í hættu að óþörfum, heldur fylgdi því þolinmæði. Hann vissi, við lesum söguna Jesú þegar hann er 12 ára og hann týnist í helgidóminum. En á þeim tíma þegar hann er heimsókn í Jerúsalem þá kemst hann að því hver hans
tilgangur í lífinu hvað mun hans örlög verða og hvernig hans endalag myndi verða á krossinum. En hann vissi líka að hann ætti kannski ekki að sækjast eftir því eins fljótt og auðið var. Og þeir vildu fá hann til þess að sýna sig öllum og ekkert vera að fara neitt í felum, en maður les oft í Guðspjöllunum, allan í fyrstu köflunum þeirra, að Jesú vildi hafa hljótt hlutina og vildi ekki að þeir segði neinum, af því hann kannski vildi ekki að hlutina myndi gerast ofrátt, svo hann fengi allavega nokkur ár til þess að predika. Getur kannski lært af þessu að allir hlutir hafa sinn tíma. Við eins og bræður Jesú viljum kannski oft sjá hlutina gerast á annarri tímalínu en Kristur. Við viljum en vitum ekki alltaf hvað best og hvernig tímanum líður. Það má vera að þú standi frammi fyrir einhverju í dag, bíðir eftir einhverju í dag, þráir eitthvað í dag og spyr drottning hvenær mun þetta gerast. Hvenær mun mín tími koma, hvenær mun þetta endataka sem ég að bíða eftir að endi, hvenær mun ég losna undan einhverju sem ég vil ekki vera, hvenær mun ég hljóta og punktur. Alveg eins og Kristus sagði við bræður sína, minn tími mun koma, þá má vera að við þurfum að hlýða á hins sömu orð. Við vitum að það eitt sem gerist alltaf þegar við biðjum drottinn það, og það þegar við óskum fyrirgefningar, að það ekki verið að bíða með það á settan tíma, en alls konar aðrir hlutir geta tekið sinn tíma. En drottinn ekki á sér með fyrirheitið fyrirgefninguna og veit hvað best. Lesum aðeins áfram þegar Jesús síðan fer á laugskálaháttíðina. Þegar 10. vers, þegar bræður hans voru farnir upp eftir til hátíðarinnar, þá fór hann samt líka upp eftir, ekki svo menn vissu heldur nánast á laun. Gyðingarnir voru að leita að honum á hátíðinu og spurðu hvar hann væri. Manna á meðal var margt hann talað, sumir sögðu, hann góður, en aðrir sögðu, nei, hann leiðir fjöldan í villu. En þá talaði enginn opinskátt hann af ótta við gyðingana. En þegar hátíðin var hálfnuð, þá fór Jesús upp í helgidóminn og tók að kenna. Gyðingarnir urðu forviða og sögðu, hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur ekki fræðslu notið? Jesús fór í leinum, kannski byggust allir við honum og hann var aðal umræðefni þó það væri ekki upphátt. Auðvitað höfðu sögunar Jesú borist í Jerúsalemborgar og fólk var að tala hann, en Jesú kom í kyrrþey. Hann kom ekki ríðandi á, eins og við lesum síðar á asna meðan fólki hrópar hósanna og að veifa í einhverjum greinum. Nei, hann kemur eins og í leinum og allt í einu byrjar hann bara að kenna. Þar sem að fólki talaði hann, en hann hafði ekki látið sjá sig, spurði fólki sig, þorir hann ekki að koma eða hvað, en hann birtist síðan. Og hann fer og kennir og fólk spyr sig, hvernig þessi maður svona lærður? Í miðjum hátíðarhöldunum, þetta alveg einmitt viku hátíðarhöld, og þessi í miðri vikunni birtist hann og eins og oft áður, þá talar hann og kennir á slíkan hátt að fólki verður bara frá sér numið. Hvernig getur hann talað slíkt? Hann talar eins og svo sem að valdið hefur og hann predikar sér niðruna boðskap ríki Guðs, lögmálið og erfðakenninguna, fórnaþjónustuna og fyrirgefningu, spámennina og framtíðina. Þar sem hann var ekki forlega menntaður á Newbold eða Andrus þeirra tíma, þá spurði fólki sig hvernig hann getur vita svona mikið og tala svona og ekki menntaður í þeirra skólum. En það hindraði ekki fólki að hlusta á, því dag eftir dag kom fólki til þess að hlýða á Jesú. Og síðan sagan bara áfram í kaflanum alla ræðuna sem að hann gefur og heldur áfram að tala. En í 37. versi, svona í lokin á ræðunni, þá segir síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesú þar og kallaði, ef nokkun þyrstir þá kom hann til mín og drekki. Sá sem þú trúir á mig, frá hjarta hans mun renna lækir lifandi vatns eins og ritningin segir. Þarna átt hann við andan sem þeir skyldu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andinn ekki gefinn, þar Jesú var ekki enn dýrlegur orðinn. Fólki hefði mætt á mikil hátíðarhöld í Jerúsalem, söngur, tónlist, fegur, félagsskapur, matur, ljós og litir.
en var það nóg til þess að fylla þörfum andans og slökkva þorsta sálarinnar fyrir hinu eilífa. Sama dag, síðasta daginn, fyrir morguninn var svona minningarathöfn Móse og vatnið sem eitlaði úr klettinum í eyðimörkinni. Þegar voru þyrstir og Móses sló klettin og vatn kom fyrir þá. Þá var presturinn tók upp vatn úr ánni Kedrón í Kar og hélt í hátt upp í allra augsýn og fór með einhver vers úr sálmunum og gekk upp að sérstöku altari og aðrir fylgdu með og annar prestur tók vín og þeir helltu því báðir á altarið í kera sem blandaði saman í pípu og rann aftur í ána og fóru með svona sálma þannig að fólk var að hugsa vatni sem þeim hefði verið meitt í eyðimörkinu og þakklátt fyrir það. Flestir höfðu ef til vill mætt á þetta og séð það. Því að laugskálahátinn snerist að minnast góðvildar Guðs þegar Ísraelsmenn voru í eyðimörkinni. Eins og þegar hann veitti þeim vatn á þurrum stað, eitthvað sem þeir höfðu ekki, gátu ekki fengið, en Guð veitti þeim á yfirnáttúrulegan hátt, þegar þeir hefðu annars dáið úr þorsta. En hér var sá kominn sem leiddi þá í eyðimörkinu og gaf þeim vatn. En nú bauða þeim ekkert venjulegt vatn sem slær á þorstan í nokkra tíma, smá stund, heldur hið lifandi vatn. Og í þrá aldanna segir Ellen White einmitt, orð Krists voru lífsins vatn. Og þarna í návist mannsfjöldan bauð hann sig fram til að vera sleginn svo að lífsins vatn mætti flæði yfir veröldina. Og með því að slá Krist hugði Satan tortíma höfðingja lífsins, en þessi stað streymdi lífsins vatn frá hinum slegna kretti, sem Kristur. Vatnið sem þið fengu í eyðimörkinni var kraftaverk, en það var einungis svona tímanlega lausn á vanda. Jesú kom og bauð hið lifandi vatn sem var varanleg lausn á vanda. Því að Jesús, hann þekkir þarfir sálarinnar, hann veit að það ekkert sem að fullnægir þrá hjartans sem býðst hér á jörð, hvort sem það eru peningar, ákveðin virðingastig eða staður í samfélaginu. Ef nokkur þyrstir, segir hann, hver sem þá komi hann til mín. Ef nokkur, láttsettur, háttsettur, merkilegur, ómerkilegur, ríkur og fátækur, vinsæll eða óþekktur, menntaður og ómenntur, hvað sem Jesús gefur öllum þeim von sem að örvænta og allir sem eru syrgjendur brostin að vona, allir sem að ganga með þungar byrðar, allir sem að bera í felum einhverja dulda hryggð, allir sem að reyna að fullnægja þrám sínum með hlutum þessa heims, sem að komast að því að þeir erfiða til einskis og hímurinn býður bara brunn sem að þornar og getur ekki slökkt upp þorsta þeirra. Hann bauð þeim von, hann býður okkur von og hann segir lindin öllum opin og kall Krists til þyrsta sálma hljómar enn, sá sem að þyrstur hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Og samfélagi við Krist veitir þetta, vatn sem slekkur allan þorsta og hann hefur máttinn og eðli til þess að slökkva okkar þorsta og veita okkur það sem að hjartað þráir og þann frið sem að við getum fengið í samfélagi við hann. Ef við leitumst til þess, skulum ljúka með bæn. Himneski Faðir, þökkum við fyrir Krist og fyrir guðspjöllin sem við höfum, fyrir yndislegan boðskap Krist, fyrir fyrirgefningu Krists og mátt hans og heilagan anda sem við getum fengið í líf okkar. Þakka þér fyrir að lýsingin sem við höfum hér enn í boða fyrir okkur sem að þráum og þyrstur, þá getum við komið til Krists og fengið að drekka. Við biðjum þig, Faðir, að hjálpa okkur að gefast þér og að leyfa þér að koma í líf okkar og uppfylla því en þrám sem við þurfum, Faðir. Við biðjum þig blessun þína yfir okkur hér í dag og með þökk í hjarta segjum við í Jesú nafni. Amen.